Seinna í þættinum ætlum við að ræða skuldastöðu heimilanna við þá Gylfa Magnússon viðskiptaráðherra og Tryggva Þór Herbertsson hagfræðing, en Gylfi hefur gert lítið úr tillögu Tryggva að fella niður 20% af skuldum fólks til að bjarga málum. Hvernig á að bjarga heimilum og fyrirtækjum landsins frá gjaldþroti? Eftir stuttastund ætlar hún Sigrún að ræða við þá Gylfa Magnússon viðskiptaráðherra og Tryggva Þór Herbertsson hagfræðing, en Tryggvi hefur mælt með að 20% af skuldum fólks verði felldar niður. Gylfi segir það hins vegar af og frá. Áður en við förum yfir málið skulum við sjá hvað Gylfi hafði að segja málið mánuði áður en hann tók við stöðu viðskiptaráðherra. Gylfi, þetta raunhæfur kostur að fella niður hluta af skuldum fólks? Ég held að það sé nú alveg örugglega ekki hægt að gera það yfir línuna, en það bara því miður þannig að bankarnir og aðra lánastofnanir standa frammi fyrir því að í einhverjum tilfellum þá engin von til þess að fólk geti endurgreitt lánin. Og þá þýðir ekkert að berja höfðunum við steinin, það verður einhvern veginn að finna lausn og hún felur væntanlega í sér að það verður að afskrifa eitthvað af lánunum, en það auðvitað alls ekki hægt að gera þetta fyrir mjög stóran hóp manna, því að bara kostnaðurinn að því yrði svo svakalegur að það væri ekki á það bætandi, því að á endanum væri það væntanlega ríkissjóður sem að þyrfti að greiða kostnaðinn af einhvern svona almennum aðgerðum þar sem að íbúðalán væru lækkuð. Hvernig velum maður á milli? Já, það verður í raun og veru bara að fara yfir hvert og eitt tilfelli. Þannig það gæti verið þjóðhagslega hagkvæmt að reyna að koma til móts við ákveðin hluta fólks með því að fella niður skuldir? Já, í raun og veru ekki bara þjóðhagslega hagkvæmt, það bara einfaldlega ekki annað hægt vegna þess að einhver hluti skuldunutana mun aldrei geta greitt sína skuldir að fullu tilbaka. Gylfi og Tryggvi Þór, velkomnir báðir tveir. Manni heyrist þarna á þér að niðurfelling sé svo leið sem að þú tellir að sé vænlegast að fara. Hvað breytist? Það hefur ekkert breyst. Þetta raun og veru sú leið sem að ætlum að fara á. Það meðal annars tvö frumvörp inn í þinginu sem beinlínis gera ráð fyrir því að verði hægt að semja niðurfellingu skulda hjá heimilum sem eru verst stödd. Þannig að það hefur ekkert breyst og það hefur heldur ekki breyst að það allt útlit fyrir það að margir, sérstaklega þeir sem voru í fyrirtækjarekstri, að þeir geta ekki í staðið að fullu við sína skuldbindingar og þá neyðast menn til þess að afskrifa hjá þeim. En eins og ég sagði þarna áður en ég var ráðherra að þá flöt niðurfelling á línuna. Það allt of dýr aðgerð, hún allt of ómarkviss, þannig að það ekki rétta leiðin til þess að taka á vanda þeirra sem eru verst staddir, það verður að finna þá sérstaklega. Þið útilokið þá leið algjörlega? Ég útiloka alveg að það sé hægt að vera með einhverja almenna niðurfellingu skulda. Það bara svona eins og að fara á rjúpnaveiðar með fallbyssu. Það að vísu hægt að veiða einhverja rjúpur, en það ekki skilvirkasta leiðin til þess að ná til þeirra heimila sem að raun og veru þurfa á aðstoð að halda. Við verðum að innbeita kröftunum að þeim sem að hafa orðið fyrir tekjumissi til dæmis og beita úrræðum, til dæmis þeim úrræðum sem Íbúðalánasjóður býður upp á með lækkun á afborgunum tímabundið og annað slíkt á sem flesta, en þeir allra vestötu að þeir munu væntanlega aldrei endurgreiða sín lán að fullu og þá verður að gera þeim kleift að komast út með fullri reisn. Já, Tryggvi, þessu þú algjörlega ósammála. Þú telur þetta í rauninni einu raunhæfi leiðina, flata niðurskurð 20%? Nei, ég alls ekki ósammála Gylfa í þessu, síður en svo. En málið það bara að vandamáli sem við stöndum frammi fyrir, það bara miklu stærra heldur en að gefa í skinn. Núna þegar að skuldir bankana eða lánasöfn bankana voru færð úr gömlu yfir í nýju bankana, þá fór fram mat á hversu mikil afskriftaþörfin væri og það var áætlað að það væri svona nálægt 50%. Það ekki vituð alveg nákvæmlega svo tala en það svo tala sem hefur heyrst oft, sem þýðir það að hér á eftir að taka 3000 milljarða af nafnvirði skulda og niðurskrifa. Bankarnir eiga eftir að gera það. Og það blóðbað sem verður í því slíkt að svona aðgerðir eins og Gylfi að lýsa nægja engan veginn. Og þess vegna svona hefur maður lagst undir feld og reynt að hugsa út hvernig hægt að gera þetta þannig að það sé hægt að fækka gjaldþrotum eins mikið og hægt á eins skjótan hátt og hægt vegna þess að það stefnir í óöfni. Við erum í 17% verðbólgu, gengislán eru upp í hæstu hæðum og svo framvegis. Fólk að missa vinnuna og ráðstöfunartekjur eru að dragast gríðarlega saman, rauntekjur í þessari verðbólgu. Þannig að
Ég hef talað að fólk og fyrirtæki sem inni í bönkunum að það verið fellt 20% niður yfir línuna og svo aðgerð muni nokkurn veginn fjármagna sig ef við náum að minnka gjaldþrot 25%. Ef þau minnka 25% að þá borgar aðgerðin sig sjálf. Og það gerist á þann hátt að lánasöfnin að þau skána það mikið að meðalgreiðslan hún lækkar en þeim fjölgar sem geta staðið í skilum og þar af leiðandi verður banki jafnsettur ef við náum að minnka gjaldþrot 25%. Þannig að það mikilvægt að gera sig grein fyrir hversu vandamálið er stórt sem framundan og það endurspeglast einfallega í því hversu mikið lánasöfnin hafa verið skrifuð niður. Ef að sú tala er ekki rétt, þá allt í besta lagi. Finnst þér ríkisstjórnin ekki gera sér nægilega grein fyrir því hversu slæmt ástandið fyrst að þessi hugmynd hefur verið slegin út á borðinu? Já, sko, það sem mér finnst skrýtnast það að það má ekki útskýra hugmyndina og sko, maður mætir hótfindni og það jafnvel ráðist að manni persónulega eins og fjármálaráðherra gerði þegar maður reyna að leggja sitt lóð á vogarskálarnar og það finnst mér mjög undarlegt vægasagt. Er það rétt, Gylfi? Hefur þessi hugmynd ekki verið skoðuð nægilega vel? Nú Tryggvi ekki sá eini sem að segir að þessari hugmynd hafi verið fleygt út á borðinu rakalaust. Nei, hún hefur alls ekki fengið þá meðferð. Hún hefur verið skoðuð og þetta hefur allt saman reiknað út og það er bara því miður einn megingalli á þessu sem sá að það er ekki hægt að nota fyrirsjáanlegt tap af láni til eins til þess að niðurgreiða lán hjá öðrum sem að ætlast var til að stæði skilum og engin ástæði var til þess annars en ætla myndi standa í skilum. Það er meinlokan í þessari hugmynd, þannig að þótt ég myndi mjög fagna því sjálfur, þetta myndi ég sjálfur greiða nokkra milljónir ef þetta væri gert, að þá er þetta bara hreinlega ekki gerlegt. Það sem myndi gerast væri það að kannski fyrstu viðbrögðum væru þau að íbúðalánasjóður væri gjaldþrota, síðan kemur stórt áfall á lífeyrissjóði, en stærsta áfallið væri í bankana, ríkisbankana, sem að myndu tapa það miklu fé að ríkissjóður myndi lenda í verulegu vandræðum með að halda þeim á floti. Þetta sýnir sko að þú ert ekki búin að kynna þér hugmyndina. Nei, ég er búin að kynna mér Segðu mér rétt, Gylfi. Af hverju hefur þú ekki beðið mig að koma og útskýra þetta fyrir hvað ég að tala um? Ég er búin að heyra þið útskýra þetta bæði ræð og riti. Hvenær hefur þið til dæmis heyrt þessa 25% tölu áður? Ég hef ekki heyrt þessa 25% tölu áður, en það er ekkert mál að koma með einhverja fullyrðingar að gjaldþrotum fækki 25% ef afskrifum einhver lán. Nei, það var ekki það sem ég var að segja. Ég var að segja ef við náum að fækka 25% þá eru banki jafnsett á eftir. Og það sem ég bara skil í staðinn fyrir hugsaðir, tíminn sem þú eittir í að fara í orðarleiki við mig hefur getað nota til þess að hlusta á mig. Ég var að hlusta á það, Tryggvi minn. Það er nú kannski vandamálið. Þess vegna sá ég að áætlunin gekk ekki upp. Já, þetta er bara rangt hjá þér og ég býð þig hvar og hvenær sem er og koma og útskýra máli fyrir þér. Þú ert að gera það hér og nú, ég er að hlusta, en þér hefur ekki ennþá tekist að samfara mig. Það er bara ekkert sem bendir til þess að það sé hægt að spara svo mikið með því að gefa fólki sem hefur enga þörf á niðurfellingu eftir lán sín að það sé einhver gullnáma. Þessi hugmynd er bara því miður dálítið 2007 Tryggvi. Þetta er ekki niðurfelling, þetta er leiðrétting og þetta er aðgerð til þess að ýta af stað íslensku hagkerfi. Og hún er gerð með því að það er verið að nýta afskriftir sem að fóru á milli gömlu og nýju bankana sem að ég þekki mjög vel. Já, ég þekki þær afskriftir mjög vel líka, en þú getur ekki búið til pening handa einum úr tapi annars. Það er ekki mikið tími eftir. Segðu mér þá eitt, hvernig ætlarðu að afskrifa þessa 3000 milljarða sem þarf að afskrifa? Hvernig á að gera þetta? Hvernig á að eiga þjónustufulltrúa, bankar og annað slíkt að gera þetta? Svo er þetta ekki rétt sem þú varst að segja með íbúðalánasjóð vegna þess að sú aðgerð getur gengið upp með tilfærslu sem ég er tilbúin til að útskýra fyrir þér. Já, ég er mjög spenntur eftir því. Báðir hljótið að sammála um að eitthvað þurfum við að gera. Þá verður að hlusta á mig og ég get ekki útskýrt flóknaðagerð eins og þess að fyrir þér í sjónvarpssal. Það er algjörlega augljóst. Og notaðu nú tímann sem þú hefði notað í að búa til annan orðaleg, notaðu hann í að bjóða mér að koma og fara yfir þetta með þér. Ertu tilbúin til þess? Tryggvi hefur ekki búist til þess áður, en ég skal með ánægju, það er nú alltaf með ánægju sem ég tala saman
hef búið á hverjum degi á heimasíðum. Þú hefur nú ekki hringt í eitt einasta skipti í mig til þess að bjóða mér fund, en ég held að það sé svo sem ekki nema gaman að við Tryggvi hittumst, en það þekkjumst mjög vel og förum við þetta. Við erum náttúrulega góðir vinnir. Það er ekki vandamálið, en það breytir því ekki að hugmyndin gengur ekki upp. Nei, eins og ég segi, eitthvað þarf að gera. Hvað er verið að gera? Er eitthvað aðgerð að vænta á næstunni? Það eru auðvitað bæði aðgerðir fyrir fyrirtækin og heimilin. Fyrir fyrirtækin skiptir mestu máli að við náum hér einhverju ró og efnahagslífi og náum að endurreisa fjármálakerfið sem við gerum því miður ekki með aðgerð Tryggva. Við þurfum að ná stöðugleika í krónuna og við þurfum að ná niður vöxtum og verðbólgu. Það er það sem skiptir mestu fyrir fyrirtækin. Fyrir heimilin þá þurfum við að vera með aðgerðir sem að beinast mjög markvisst að þeim heimilum sem hafa lent í vandræðum, þeir sem hafa mist vinnuna, þeir sem eru í mestu vandræðum með skuldir. Og það er allt saman annarkvort þegar búið að kynna eða verður kynnt bara á allra næstu dögum áður en að þing fer heim. Þannig að það verða markvissar aðgerðir sem að ganga upp en ekki einhver töfrabröð sem byggjast á bókhaldsbrellum. Það bara gengur ekki. En er ekki verið að veluna þá sem að fóru óvarlegast? Það væri gert með aðferð Tryggva en það er hugmyndin að gera það ekki. Við erum ekki að dæla fé í þá sem að þurfa ekki á því að halda. Lýst þér afleitlega á þessar hugmyndir? Nei, sko, ég hef reyndar ekki séð það, sko, en eins og ég er að segja að vandamáli sem við stöndum frammi fyrir er af þeirri stærðargráðu að það duga engin vettlingatök á það. Og það er annað að fyrirtækin í landinu, að það er til dæmis inn í einu viðskiptabankanum, það eru 30% fyrirtækin og þar eru sprungin. Og hvernig á að gera það? Þau eiga raunverulega að vera farin til skiptastjóra og biðja gjaldþrotaskipti. Þá melkir með sér fólki í þeim fyrirtækjum vinnuna og hvernig á það þá að standa í skilum. Þannig að við erum að hefja hérna vítahring sem er mjög erfitt að sjá hvernig muni stoppa. Við getum það ekki með að stilla nokkuð þúsund fjölskyldum og fleiri þúsund fyrirtækjum upp í einhverja biðröð eins og Gylfi er að tala um. Þannig að bókhaldsbrellurnar mínar eru ekki brellur. Það er mikill misskilningur. Tilbúin til þess að útskýra það fyrir þig hvar og hvenær sem er og ég skal segja frá því á heimasíðum minni þegar þú ert búin að bjóða mér að gera. Ég bíð bara hér og nú. Hvernig stendur á því að þessi hugmynd hljómar einhvern veginn alltaf betur í eyrum þeirra sem eru í stjórnarandstöðu heldur en þeirra sem eru í stjórn? Það er nú kannski bara út af því að menn verða almennt ábyrgari þegar þeir komast í stjórn en ég verð nú að viðurkenna að ég þekki nú ekki svo vel munin en það hef ég nú ekki verið lengi í stjórnmálum og aldrei í stjórnarandstöðu. Nema kannski bara eins og háskólakennarar almennt, þeir eru alltaf í stjórnarandstöðu. Þú varst nú í stjórnarandstöðu þegar þú varst að halda ræður niður á Austurvelli. Já, fyrsta og eina pólitíska ræða sem ég hef haldið. Hvað segir þú um það, Tryggvi? Er þetta óábyrgt að tala svona? Meinar eins og ég er að tala? Nei, auðvitað myndi ég ekki gera það og ég er náttúrulega að benda á leið og þess að geta að ég er að skrifa núna skýrslu með nokkrum félögum mínum þetta þar sem er farið yfir þetta algjörlega og óhlutdrægan hátt og sýnt fram á hvernig hægt er að gera þetta. Ég meina, ég er ekki að skjóta mig í fótinn með að koma með eitthvað bull fram sem að hægt er að fletta ofan á og Gylfi veit það alveg, ég meina, ég er búin að vera prófessor í hagfræði mörg ár og ég fær ekkert að bulla bara eitthvað út í loftið ef ég tryði ekki algjörlega á og væri búin að skoða forsendurna fyrir þér. Þannig að ég gef ekkert ofsalega mikið fyrir það sé bara sagt að þetta sé óraunhæft bókhaldsbrellur 2007 og eitthvað svoleiðis. Það er bara eitthvað svona til þess að þurfi ekki að fjalla málið á alvöru. Treysti því að þið hittist yfir kaffibolla á morgun og farið almennilega yfir þessi mál. Til í það. Takk hérlega fyrir komuna. Takk.